Það komið sæl, Synir Egils hilsa, daginn eftir kjördag og það er náttúrulega margt að ræða og til þess að við fengið fína gesti. Sólveig Anna Jónsdóttir, Þóra Kristín Árnadóttir og Þórhildur Þorleifsdóttir. Árskeiðsdóttir. Hvað sagði nú? Árna. You did it again. Nei, þú heyrir ekki nú. Ég heyrði þetta líka og sagði Árnadóttir. Ég varst. Herði, en bara, hvað finnst Ekki byrja á mér í guðuna. Nú, viltu ekki byrja? Ég vil alls ekki byrja. Sko, áhrif kvennalistans það að koma fram núna. Nú kannski fleiri konur á þinginu heldur en kallar. Er þetta ekki eitthvað takmark sem var sett fyrir löngu síðan? Sko, það var nú aldrei sko eitthvað á stefnuskrá að fjölga konum í öðrum flokkum. Það var ekki, þarna heldur bara væri það þarna svona bara kjör og líf kvenna. En auðvitað var það eitt af stóru málunum að það sáust allar konur inn á þingi og þess vegna var málflutningur alltaf mjög kalllægur. En þarna, og það er auðvitað afskaplega gleðilegt að sjá hvað eru margar konur komnar. Það sem er gleðilega það að þær eru sko svo margar núna glæsilegar og flotti stjórnmálamenn og þarna stjórnmálakonur og mér fannst þegar maður horfði á þessar loka viðræður að þá hugsa maður af hverju bara fara þær ekki allar inn á þing þessar konur sem sitja þarna mynda bara stjórn. Það myndi gera það með annarri hendinni sko. Og þarna hver annar glæsilegur og flottari og þá ég ekki við útliti heldur hugmyndir þeirra og framkoma og þarna og málflutningur allur og þeir verða hálf pokalega við hliðina á þeim þarna kallandi fannst mér óttalega einhvern veginn svona gamaldags og svona þingslalegir það var svo miklu meira svona líf í þeim öllum fannst mér. Það voru náttúrulega líka uppskera þannig að þarna... Já, það er ekki hægt að segja að Þórhildur Sunna eða Svanhildur Sanna hafi verið að uppskera mikið. Það voru fleiri þetta heldur Kristrún og ég er bara við yfir alla línuna mér finnst konurnar svo bera af köllunum í þessu þætti og í málflutningi og í svona nálgun bara. Það voru ekki einhvern veginn upp á einhvern svona stalli talanda visku eitthvað því það er svona Þóra Kristín Ásgeirsdóttir. En sko, er það ekki það líka svona dæmigert að konurnar voru svona glaðhlakkalegar allt því þær voru að sigra? Já, það voru þarna konur sem voru bæði að tapa og líka... Já, þessar þrjár þarna sem var náttúrulega... Það var náttúrulega mikill samhljómur milli þeirra. Og það stefni náttúrulega í það var náttúrulega miklu klúðra til að það stefni ekki í þessa stjórn þeirra þriggja og þeirra flokka, sem sagt, Þorgerðar, Kristrúnar og Ingu Sæland. Ég held hins vegar að það væri svolítið klókt af þeim að taka sko Framsóknarflokkin inn í þessa breytu. Og það segi ég þarna... Til viðbótar? Já, til þess að styrkja stjórnina vegna þess að ég held að þetta verði pínlítið erfitt að 36 þingmenn? Já, ég held bara að það væri gott fyrir þau að taka Framsóknarflokkin inn í þetta vegna þess að ég held að sko að tryggðaband, endurnýja tryggðaband Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokks í stjórnarandstöðu væri mjög slæmt fyrir þjóðina og svo held ég þarna líka að það væri bara mjög gott að einn flokkur hefði ekki úrslita áhrif hvort að stjórnin héldi saman eða ekki. Ég held að það væri, svo er þriðja í þessu, það er umhverfismálin voru svolítið kosin út því miður. Og ég hef áhyggjur af því og það er einn þingmaður sem að gæti komið inn með umhverfismálin í Framsókn sem að væri þarna Halla Hrund sem yrði fínn umhverfisráðherra. Þannig að ég myndi vilja að Framsókn kæmi inn í þetta. Mér finnst þetta mjög klókt sem þú ert að segja núna. Mér finnst það og sérstaklega með þetta að kljúfa í rauninni sko bandalag í stjórnarandstöðu. Hroðalega bandalag. Og ég þetta með loftslagsmálin auðvitað saknaði með þessu umræðinni en það var náttúrulega svo, það brennur svo fólki núna náttúrulega svona bara og þá vil ég ekki segja efnahagsmálin heldur bara efnahagur fólks persónulega, gríðar vaxtabyrð og svo framvegis. Þannig að það var svo auðvelt að einhvern veginn að setja það sem aðalmál í dag en það er ekki þar með að allir sé búin að gleyma loftslagsmálunum og það heyrðist sem betur fyrir þegar við verðum að tala um fólk svona förnum vegi þá heyrðist afskaplega greinilega hjá mörgu ungu fólki að það var ákall Já, unga fólki var svolítið hissa á því að þessi mál hefðu ekki fengið neitt hljómgrunn í umræðunni fyrir kosningar. Og ég er ekki hissa á því, en ég held að séu bara svona praktískar ástæði fyrir því sem er kannski svona bara skapast vegna ástandsins í bara hagheimilana.
Smári Báðir spyrir, komið í ljós hvort að Sigurður Ingi eða hann inni, það var að koma loksins tölur frá Suðvestri. Sigurður Ingi uppbótað þingmaður í Suðurkjördæmi. Og eru lokatölur komnar þetta? Já, þetta er lokatölur. Og er Lilja það úti? Lilja er úti og Ásmundur Einar úti. Sigurður Ingi stjórn. Alla fórstu með það. Spóla tilbaka. Þingflokkur Framsóknarflokksins, það eru 5. Það er Stefán Vagn Stefánsson í norðvestri, Ingibjörg Ólöf Ísaksen í norðaustri, Halla Hrund Lóadóttir í suðri og svo uppbóta þingmenn Þórar Ingi Pétursson í norðaustri og Sigurður Ingi Jóhannsson í suðri. Þannig að 3 ráðherrar eru þallir, Willum, Ásmundur Einar og Lilja. Náðu Willum ekki. Núna er þetta landsbyggðarflokkur. Ótrúlegt. Sem hann var alltaf. Já. En þetta hljómar hugmynd mín ekki alveg jafn vel og áður. Vegna þess að ég held að við þurfum nú aðeins að taka til í þessu landbúnaðarkerfi. Þannig að ég er ekki alveg vissum að það sé rétti. Hann væri eini framsóknarmaður sem stæði gegn því. Nei, en ég held að þetta er aðeins núna. Ég held út af þessu kjötmannbúi þarna í norðaustri, þessu sameiningu, að þá myndi Þorsteinn Bergsson alveg sem var fínn frambjóðandi sósíalista myndi, að hann er fyrir hann bóndi, staðin fyrir Þórarin Inga sem að stýrði, sko. Er Þorsteinn ekki sauðfjárbóndi lengur? Nei, hann er hættur. Hann er aldurs. Já, er það? Já, þetta er svona eins og spjalla bara á kaffistofunni, mjög skemmtilegt. Já. Hjá okkur mennur? Núna bara mest að skemmtilegt, bara svona hver hættur að vera bóndi. Hvað segir hérna verkalýðsforinginn við Súsund? Já, þetta er bara mjög leiðilt að Sanna hafi ekki komist inn. Já. Og mér standi sig alveg ótrúlega vel. Já. Og ég hitti, eða bara rétt að sagt allir sem þið töluðu við voru alltaf að hrósa henni. En það náttúrulega dugar ekki. Nei. Þú kemst ekki að þing út á hrósið. Nei, þetta verður nýtt. Já, en þú veist, ég meist Kristrún bara búin að standa sig mjög vel. Já. Og meist hún oft bara hafa talað þannig að ég hef bara svona verið ánað með málflutningin og ég hef ekki upplegað svona stórkostlegar áhyggjur af málflutningnum. Ragnar Þór, ágætt að hann segja hana. Hann getur talað þá fyrir húsnæðismálum og hann hefur mikinn áhuga, mikla þekkingu á þeim. Og já, svo sjáum við bara hvað gerist og kannski verður hægt að svona mitigata verstu tendensa viðreisnar vonandi. Það er náttúrulega ágætis fólk að koma inn fyrir Flokk fólksins, það er óvanlega gott mannval þar. Þannig að bæði Ásthildur Lóa og Ragnar Þór hafa mikið erindi. Og einmitt sem eru, þú hafa svona réttsýnina leiðarljósi, sko. Og ég meina Ragnar Þór bara mjög raunverulega bara væn maður sem að vill bara að hagsmunir almennings séu settir í fyrsta sæti. Er Lilja Rafney inni? Já. Já, það er nú ágætt. Það komst einn þingmaður inn á þing fyrir Flokk fólksins reyndar. En auðvitað, ég hef áhyggjur af Viðreisn, þar eru svona tendensar sem að þarf að dempa með sterkri þá stýringu Kristrúnar og það eru mikill munur milli þingmanna Viðreisnar í áherslum. Það eru sumir sem eru meira hægrisinnar en aðrir. Já. En ég meina þau eru náttúrulega sumir sem vilja vera í Evrópusambandið sem að þetta sé nú bara í allir Viðreisn sem vilja fara í Evrópusambandið. Hér held ég að þessu landi hafi ekki áhuga á að gera og enda ekkert þangað að sækja. Eina sem Evrópusambandið hefur náð að áorka er að dreifa eimdinni jafnt, þau eru best í því, sko. Þetta er bara sannleikurinn. Spurðu bara proletariatið í Evrópa að því. Spurðu bara fólki sem hefur gleymt við niðurskurð og gríðarlegt atvinnuleysi, ónýtan húsnæðismarkað, spurðu bara kjósendur, til dæmis í Þýskalandi, akkur við séu að kjósa Törnum for Deutschland. Allavega, það er önnur umræða. En ég veit ekki, og Jóhann Páll, hann er klár og Þórður Snær vonandi verður bara að vinna fyrir flokkin, hann er klár og kann að greina samfélagið og hefur góða skoðanir. Ég held þú sé ágætt, Dagbjört Hákonardóttir sem að kemur í innstæði fyrir Þórður Snær. Sjáum hvað gerist. En Smári, sem fulltrúi sósíalista hér, hvað segirðu að morgni? Með þessi úrslit.
Það náttúrulega ef við erum vinstra megin þá náttúrulega hrun VG, við fá 2,3% atkvæða. Ótrúlegt. Ná ekki upp í 2,5. Mikið hlýtur Svandís Svavarsdóttir að vera fólkinu þakklátt sem að koma ályktunina inn á fund Vinstri grænna sem að gaf Bjarna Benediktsson afsökunina til þess að slíta stjórninni. Hugsið ykkur. Þú setur fólk sem vill láta taka sig alvarlega í íslenskri pólitík, þetta er fólk sem vill hafa áhrif og hvað gera þau? Þú veist, þau fara inn á fund Vinstri grænna með ályktunum að eiga að slíta. Það er í stöðugri frétta umfjöllun og viðtöl við Höllu Gunnarsdóttur sem fer þarna með þetta inn dögum fyrir fundin. Það fólk vil láta taka sig alvarlega í pólitík og hvað gera þau? Þú veist, rústa Vinstri grænum, gera það til dæmis að verkum að fólk sem hefði svo fólk sem hefði þurft tíma til að undirbúa sig til þess að fara í kosningar eins og til dæmis Sanna og Sósíalistaflokkurinn fá engan tíma, þurfa að gera allt á hlaupum, hverjir græða á því að fara hratt í kosningabartu, það eru þetta fólk sem hefur þú veist, sterka innviði, mikið fjármagn til þess að eyða og svo framvegis. Þannig að eini flokkur sem átti fjármagn til að fara í kosningar var Sjálfstæðisflokkurinn. Ótrúlegt. Með sína lóðarsölu hjá en þú veist, ég bara á þessum tímapunkti það sem að fer mest í taugarnar á mér af mjög mörg sem fyrir taugarnar á mér það er fólk sem er þú veist að beita sér með aktífum hætti í bara graf alvöru pólitík en gerir það bara einhvern veginn svona bara ég er bara með þessa hugdettu og ég ætla bara að fara að gera eitthvað og sjáum svo bara hvað gerist. Hugsar aldrei hlutina, hugsar það bara aldrei til enda og ég hef bara setið inn í verkefnishreyfingunni, ég hef setið alls staðar. Fólk bara spilar í mestarlegi einn leik fram í tíman. Fólk það bara aðeins að setjast niður og fara að spila fleiri leiki fram í tíman og greina og átta sig á því hvað getur gerst ef við gerum þetta. Það er það sem fullorðið fólk í pólitík á að gera. En ég held að þetta sé alveg rétt hjá þér en þarna það er samt einhver skilaboð í þessu frá kjósendum til þessara smáflokka. Það eru þarna 10% vinstri atkvæða er að falla dauð og þarna voru 3 flokkar sem voru meirið að minna að tala sömu hlutina og þarna það er einhver skilaboð. Ég held að það sé mikill munur á þessu flokkum, VG og Píratar og sósíalistar eru bara mjög ólíkir flokkar þó að þeir kannski hafi sambærilega stefnu á ýmsum sviðum. Ég held að þeir hafi verið ólíkir áður en ekki lengur. Þeir voru að tala sömu hlutina. Þeir falla náttúrulega á það er kosningakerfið, 5% þröskuldur. Og það gerir þannig út af þessu sem þú ert að lýsa að það falla dauð 9,3% á vinstra megin, ég tel ekki lýðræðisflokkin með, ég meina það verður alltaf þannig að verða einhverju sérvitrika sem bjóða fram en þarna kemur það fram á svona alvöru flokka, þessa 3, það 9,3% sem að falla, þar að veru flest atkvæðin hjá sósíalistum, það eru stæðstir að þessu flokkum, eru með og ef það væri ekki þessi þröskuldur þá væru 2 sósíalistir á þingi og 1 frá VG og 1 frá Pírötum og ég held að fólk að velta það fyrir sér, er það verra þing heldur en að þessi flokkar fyrir atkvæði þessa fólks er 1 frá Viðreisn, 1 frá Sjálfstæðisflokknum, 1 frá Flokki fólksins og 1 frá Samfylkingunni. Ég meina, erum við betur sett með þetta system? Nei, ég veit að sumir sem eru á þingi vilja hafa sem fæsta flokka til þess að auðvelda stjórnarmyndun og það er sumstaðar í heiminum til svona einhver ákvæði í kosningalögum til þess að ýta undir það. Hér eru annars vegar þröskuld og svo til þess að hindra það að til dæmis sósíalistar komist á þing að þá er Reykjavík klofið í tvennt sem að þetta er einhverjum í huga að kljúfa kaupmannarnir í tvennt til þess að venda einhverja stöðu eldri flokka eða Stokkólm eða Oslo eða Helsinki, þetta er bara ein kjördæmi. Þessi kjördæmisskipan er eldri sósíalistaflokkurinn. Já, þetta var gert í kjölfar þess að frjálslyndi flokkurinn komst á þing. Að þá var annars vegar steypt saman landsbyggðarkjördæmunum svo að héraðshöfðingjar á Vestfjörðum næði ekki ná þing með staðbundnu fylgi. Það var settu 5% þröskuldurinn og Reykjavík var klofin til þess að yrði hærri þröskuldurinn á kjördæmakjörnumannin í Reykjavík. Ef að Reykjavík hefði ekki verið klofið þá væri kjördæmakjörinn sósíalisti, það væri 13. þingmaðurinn á 18. Það væri bara, svo þetta væri öryggi með þing og þetta er náttúrulega bara einhver leifar, einhverju gamalli spillingu frá Davíðstímanum sem að situr uppi.
en enginn hefur svona haft ástæðu til þess að kvarta yfir en núna munaði, ég held að þess Framsókn skilgreini sína stöðu að hún hefur verið veikari vegna þess að leita út fyrir að það gæti dott út af þingi og það sem að gerst annars vegar er að þessi sko, ég held að þessi 18.000 atkvæði sem að fá ekki þingmann handa vinstra megin, 19.807 fá ekki þingmann. Það gerist, en síðan í aðdragandunum að því að síðustu vikuna var alltaf verið að tala að VG væri bara úti og hún var verið úti frá því maí, Pírata voru úti í flestum konunum, sósíalistar á mörkunum, svo kom hann að Medill og svona spálíkon sem var að segja að þessi flokkar væri í hættu og þar að leiðandi gerist það ekki sem að spáð var að Samfylkingin myndi enda í kannski svona 17% atkvæða. Heldur fyrir hún í 21% og þar eru 4% stig sem eru líklega kjósendur sem hefðu frekar kosið að kjósa þessa flokka og all þessi sveifla, annars vegar sveifla til Samfylkingarinnar og svo hins vegar dauðaatkvæði sem liggja þarna eru út af einhverju kosningakerfi sem að ég held að Davíð Oddsson hafi samið bara á einhverju fyllir í sko. Bara til þess að því hún var illa við Sverri Hermannsson og vildi ekki fá aftur svona kvennalista og eitthvað svona, þeir reiknuðu aftur og bak að þetta hefði Reykjavík var klofin til þess að kvennalistin 83 eða 87 kæmist ekki inn á þing. Þannig að það var bara búið til eitthvað system sem átti að venda gamla sko fjórflokkin og svo getur maður bara hlegið að því núna að eitt er að falla á þessu bragði sko. Sem að ekki fyrir almenning, þetta er ekki fyrir almenning, þetta er fyrir til að venda flokkana sem eru fyrir. En sko, ég er alveg sammálaður með þeim með að þröskulda, hann er of hár og bara finnst mér andlýðræðislegur vegna þess að það þarf í rauninni allt of, þetta eru óeðlilega mörg atkvæði sem að þarna, sko, eins og heitir falla dauð. En aftur á móti, sko, þú segir þetta eru gerólíki flokkar. Ég held að fyrir þá sem ekki eru endilega sko kafi í greiningum, að þá hafi til dæmis í kosningabaráttunni ekkert verið auðvelt að greina í milli, til dæmis segjum bara Þórhildar Sunnu og Sönnu, bara maður tekur svona dæmi. Málflutningu þeirra var afskaplega svipaður og sama og allt yfir í Samfylkinguna, þannig að ég er ekkit vissum að allur almenningur sjá eitthvað gríðarlegan mun þarna á og reyndar Vinstri græni líka en ég held að sko margir hafi hugsað sér svo að það er best að fara yfir Samfylkingu og þá kemur þá sko stór flokkur sem mótvægi við sem á þá séns í Sjálfstæðisflokkinn. En ég held að sé fyrir marga mjög erfitt að greina svona opbáslega á vinstri vængnum. Það er áherslu munun ekki eitthvað sem fólk skynja sem ger ólíka flokka. Alls ekki. Ég held að sko við værum betur sett ef að flokkarnir sýndu meira á spilinu, það væru einhverjar svona rauðar og bláar blokkir fyrir kosningar. Þannig að við gætum svona þarna með öryggi verið að kjósa sko verið að kjósa flokka sem að myndi þá koma með ólíkar áherslur inn í það samstarf. Svo má deilu það, ég meina á fólk frekar að horfa á það sem að sundrar heldur þessi sameinar, þú veist það er hinn hliðin á málinu að þarna en það væri svo sem alltilega flóran væri aðeins halló. Þannig að flóran væri fjölbreyttari, ég hefði ekki á móti því. En þá kannski reynir meira á að standa á sínu eða komast í stjórn og svo framvegis, sko. Þannig að ég veit ekki, mér finnst svona líka fólk að ég hafa það í huga að það skiptir miklu máli að svona svipaða skoðanir nái saman án þess að sé alltaf verið að þá að horfa eftir hvað er það sem að sundrar okkur. Mér finnst hitt skipta meira máli. Já, það sem hefur sundrað VG og sósíalista var að VG var bara á hraðaleg til hægri og var með ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum í 7 ár. En VG var ekki á hraðaleg til hægri núna í þessari kosningabaráttu? Ekki á hraðaleg til hægri í þessari kosningabaráttu? Það er bara eins og aðri flokkar, þeir mæta alltaf í kosningar eins og séu hörku sósíalistar. Já, tölvist aldrei sem það væri fortíðarlausi, mér varst það alveg sérkennilegt. Ég fann svo til með Svandísi. Ég segja það sama og það er líka, hún tekur alltaf við alveg ótrúlega erfiðu hlutverki að sko byrja í bólhlaupinu, því vitið þetta bara
90 metrum og eftir í 100 metra hlaupinu, enda sá maður það á henni, hún var aldrei svona... Hún náði aldrei að vera í elementinu sínu. Sálfræðilega, tilfinningarlega væri það bara En ég ætla að segja, mér finnst aðeins sko, þegar þú segir þetta, að þessi tillaga sem að mér geta deilt hvort það rétt að raungarna á landsfundi Vinstri grænna, en Vinstri grænir sko voru komnir á þetta ról fyrir þennan landsfund og þeir hafa ekki náð sér, þeir hafa verið á undanhaldi núna sko alveg þetta seinna kjörtímabil þessara stjórnar og náðarhöggið var veitt þegar Katrín fór í forsetaframboðið. Hún rak smiðshöggið á þetta. En ástæðan fyrir ég að segja þetta ég er ekki að segja það, ég er ekki að tala um þetta vegna einhverjar svona innri flokkspólitíkur eða stöð VFG, ég bara er að segja að augljóslega hefði verið betra fyrir VFG, fyrir sósíalista, fyrir fólk sem að þurfti tíma til að undirbúa sig að hafa þann tíma og sá tími var tekin af þeim og það er bara ástæða til þess að vera bara þú veist, gagnrýnin en svo ég tek vægt til orða á framferði þeirra sem að vilja láta taka sig alvarlega í pólitík en eru bara að spila einhverja ruglleiki. Ég verð alltaf talið hissa á þessu með tíma til að undirbúa sig, ekki flokkar stofnaðir í kringum einhverja hugmyndafræði með svo skrítið eins og bara allir hafa verið óviðbúin. Nei, það snýst ekki það, þú þarft að manna lista, ég veit það, en málefnalega á það, ég veit það, ég hef staðið að frambóðum sko aftur og aftur, þannig ég veit það alveg. En málefnalega er á fólk að vera tilbúið. Það er eitt að fólk hafi skoðanir og skilji málefnin og svo er annað að koma á framfæri með hætti sem að heillar kjósendur og sem fær fólk til að hlusta og það er eitthvað sem að þarf að byggja upp og það þarf að þjálfa og það þarf að undirbúa sig og þegar þú ert allt í hennu bara, þú veist, hlöftu bara af stað og reyndu bara að komast í mark og svo á meðan ertu að, þú veist, reyna að fá nógu marga til að taka sætt á lista og svo framvegis. Við sjáum þetta hjá okkur að við hefum viljað fá meiri undirbúning og við sjáum það ég meina við bætum við okkur í Reykjavík en við minnkum út á landi og það er bara flóknari kosningabarátta. Ég meina og þegar Bjarni slítur og fólk, vinstra fólk var að segja, frábært lasnaði Bjarni og ég sagði bara, þú veist, á hverju eru þið? Af hverju finnst ykkur þetta svona frábært? Viljið þið tapa? Stundum langar mig bara til að taka fólk, vinstra fólk og hrista og segja bara, svo vaknar við bara á morgnan og hugsa bara, hvernig get ég tapað? Nei, á ég að segja ykkur hvað við eigum að gera? Við eigum að gera sem Jane McAlevey kendi okkur í Eflingu, þú ert að vakna á morgnana og hugsa, hvernig get ég unnið? Það er það sem þú átt að vera að hugsa og svo átt að vinna þannig, ekki bara, hvernig get ég fellt sjálfa mig og sem flesta vini mína í leiðinni. En það er nú kannski það sem að fólk er að kjósa gegn þegar þarna veðjar ekki á þessa örflokka sem að fengu í rauninni þessa útreið. Fólk er orðið leitt á þessari sundrungu og fólk er orðið leitt á því að þetta fólk í rauninni tali hvert annað niður á þann hátt sem það hefur gert. Ég er sammála. Fólk sem eru í raun og svona innstinni samherjar allt sem máli skiptir, það ætti ekki að þurfa að vera í þessum Nei, þessum kosningasjónvarpsins þá var það alls ekki. Þær voru ekkert að berjast. Nei. En þetta er samt rétt sem Þóra Kristín segir, það örlar á svona þessu að vera, það er kannski til þess að aðgreina, til þess að segja ég á erindi á mínum eigin forsendum, þá þarf það náttúrulega að segja af hverju og taka þá náungan aðeins niður í leiðinni. En ég hefði viljað að sko Vinstri græn og Svandís, ef að þau hefðu ætlað að taka sig alvarlega í þessari kosningabaráttu, þá hefði hún þrátt fyrir þennan tímaskort og allt það, þurft að koma og horfa framan í kjósendur og gera upp þetta tímabil í ríkisstjórn sem að kjósendur voru mótmæla. Það voða mikið að láta eins og hún hefði ekki verið í stjórninni. Þú getur ekki mætt og verið bara eitthvað svo ætli nú bara að gera einna upp tíman og þú veist, það er enginn sem er bara eitthvað, þá ætla ég að kjósa þig. Kjósendur sem gerðu tíman. Þú ert búin að gera þetta, En ég meina, þú þarft að segja... Hún er náttúrulega búin að vera ráðherra frá hruni. Það verður líka svo ótrúverðugt. Hún stendur þarna, skipti eftir skipti og talar eins og þau hafi ekki átt neitt þátt í ferli undanferði 7 ár. Það er óskaplega ótrúverðugt. Nei, mér fannst hún að einmitt verða út í það að verja ríkisstjórnina, til dæmis. Ég er að segja það. Það var hún eiginlega alltaf að verja ríkisstjórnina og frekar heldur Bjarni og Sigurður. Það var það sem hún lenti í og ég held að það sé rétt sem Þóra Kristín segir, það hefði verið affærarsalla fyrir hana að bara
að tala í einlægni og þannig að manni líði ekki eins og þessi verið að spinna á mann. En þegar hún að lýsa því sem að hennar ríkisstjórn hún mögulega sjálf hafa gert sem að hún væntanlega þá stolt og ánægð með, auðvitað gerir hún það, auðvitað segir hún, þú veist, þetta náðum að gera, þetta náðum að gera, þetta náðum að gera. Sem alveg rétt. Og hún þau náðu að gera ýmislegt. Ég bara sammála og hún alvöru pólitíkus og ég menn mér bara fínn heilbrigðisráðherra og bara ég bara guðslegandi þakklátt fyrir að hún var þar í til dæmis COVID en ekki einhverjir verri og svona mannfjandsamlegri einstaklingar en þú veist þetta var svo skrítið, ég horfði á Einar svona kappræður alveg frá upphafið til enda þarna í Tjarnarbíói og þetta var svo skringileg svona dýnamík þú veist fyrst voru allir bara einmitt að svona selja hér ég og hérna það sem ég ætla að berast fyrir og svo svona í kringum þegar var svona helmingur eftir þá einhvern veginn varð svona spenna og svona eitthvað þras en mér fannst aldrei vera einhver svona alvöru pólitík. Þetta fór aldrei á eitthvað þannig flug og þar, Kristrún, hún fór á svolítið svona pólitískt flug þarna og var bara mjög sannfærandi þegar hún var að selja stefnuna sem hún var að tala fyrir en annars var þetta ekki svona þetta var ekki svona dýnamísk pólitík þar sem þú varst svona þú veist, ég get greint eitthvað á milli og þetta, þú veist, Framsókn Lilja var þarna og hún var einmitt bara eitthvað svona að reyna að segja frá einhverju, þú veist, svo var Guðmundur Ingi einhvern veginn að reyna að tala fyrir Vinstri grænum og hann eflaust indall maður en hann ekki pólitíkus, þannig að þetta var svo ótrúlega svona döll pólitík. Þetta var ósannlega veik kosningabaráttu. Ég held að þjóðin hafi í rauninni miðað við það pólitíska landslag sem að var eftir síðustu kosningar og það síðustu kosningar, hafi þjóðin ekki tapað neitt á þessari kosningaþátttöku VG. Þvert á móti. Ég held að VG hafi gert í rauninni mjög margt gott eins og hægt var. En VG eyðilagði sjálfa sig. Já. Ég held til dæmis í kjarasamningunum sem þú lítur að geta tekið undir Sólveig Anna þetta voru mjög góðir kjarasamningar og þetta var mjög krúsíalt inngrip og Katrín Jakobsdóttir átti náttúrulega það alveg skuldlaust. 100% sammála, hún átti það skuldlaus og ég fór á 2 fundi þar sem að þau sátu Katrín Bjarni var í fulltrúar og það var alveg augljóst að það var hún sem var að leiða þetta, hún var að stýra þessu, Bjarni mjög andsnúinn, hann gat ekki einu sinni á þessum fundum þegar við vorum að segja, við erum tilbúin til þess að skrifa undir kjarasamninga með þessum hækkunum ef við fáum ABC. Hann gat ekki einu sinni sagt ok, hann þurfti að láta koma fram með mjög skýrum hætti að hann væri mjög andsnúinn þessu, en það var hún sem lét þetta gerast. Og þetta að vinna inn í verðbólguna núna. Já, en hún náttúrulega var að gera þetta því að hún ætlaði að verða forseti og hún var að færa fólkinu að sjálfsögvarna því, hún var að færa fólkinu það sem hún taldi að væri hentugast að setja fram. Það augljóslega þannig en bara frábært og gott. Ég held að hún hafi nú verið líka bara einlæg í þessu. Svo fer hún úr pólitíkinni og skilur flokkin eftir og þá allt í hennu verður þetta svo skringilegt og þá hættir það að vera trúverðu og þessi saga sem þau eru búin að vera að segja allir þessi ár að þau verði að vera þarna til þess að mitigata the badness þannig að það trúir því bara engin lengur, skilur þau. Þetta hverfist allt hana. Þá hjá VG voru náttúrulega að gera Bjarna forsætisráðherra, þau höfðu náttúrulega bara í rauninni átt að standa fastar á sínu eftir að Katrín farin. Þá bara var þetta einhvern veginn bara farið. Svandís verði forsætisráðherra? Nei, ég meina þarna hún laði nú til dæmis að Sigurður Ingi yrði forsætisráðherra. Það var ekki búið. Nei, en ég meina þá líka komið tækifæri til að slíta og það var virkilegu vilji og það hefði verið lengri tími þá til undirbúnings. Það náttúrulega eru ólík hlutverk að forsætisráðherra hann verður að semja við aðalega vinnumarkaðar eins og í þessu tilfelli var þetta Samtök atvinnulífsins sem að voru að ýta undir að stjórnvöld gengu að þessu. Þannig að ef við tækjum Katrínu og settum einhvern annan sem forsætisráðherra þá væri hann líka í þessu hlutverkjarinn að ná þessu í gegn og óþekki maðurinn gæti verið að heipa gogg á bakvið. En það var bara genuinely hlustað á málflutningin frá verkalýðshreyfingunni það hvað skipti máli og hvað þyrfti að koma og það var alveg, þar voru samningaviðræður í gangi og
já, þannig Ég held að það hafi verið alveg innlagt óháð forsetakosningunum. Þetta var ekki bara samtök atvinnulífsins að hringja og segja, þú veist, svona þarf þetta að vera. Mér finnst að þurfum að fara að tala sigurvegarana líka. Já, en ég tala aðeins VG vegna þess að það sem að VG fær hvað eru þau með, 2,34%. Crazy. Þetta búið bara, ég veit ekki hversu börðu þau. Já, þau ná ekki einu svona ríkisstyrknum til að halda flokknum áfram. Þetta er alveg ótrúlegt. Þetta er ótrúlegt. Þetta er mjög mikil reiðarslag fyrir þau. Borgarfulltrúa í Reykjavík. Já. Ég held að svo það bara einhverjir sveitarstjórnarfulltrúar í Húnavatnssýslu og Austfjörðum. Já. Ég held að VG í rauninni, þetta verður mjög erfitt ef að þau eiga eitthvað framhaldslíf. Pírata eiga líka, náttúrulega Píratar eru sterkari í borginni. Já. Pírata náttúrulega ná inn ríkisstyrk, þannig að þau geta haldið sínu grasrótastarfi meira gangandi. En sigurvegarinn, hver er ekki Samfylkingin? Eru öll saman á það? Jú, Samfylkingin er náttúrulega þetta halda hann í nöðru fram. Og er þetta svona persónulegu stórsigur hjá Kristrúnu? Já. Já, ég held að sé nú, sko, ég vil nú aðeins sko breikka það sé ekki bara hún, ég meina hún er tiltölulega ný sko. Já, það er ekki bara persóna, það er líka málflutningur og málefni, það er ekki bara persónan, þó hún sé afskaplega sterk og vel málifarin og mér fylgir sér. Sko, hún er búin að endur skipuleggja flokkið sinn sko. Þessi málefnin og hún er stýrt þessu. Já, þetta hún er búin að vera mjög dugleg í undirbúningsvinnunni sem að Sólveig Anna var að lýsa. Sko, þetta er alveg endurtekning á því að það gerðist í Samfylkingunni í formannstíð Ingibjargar Sólrúnar, þá var líka svona öflugt málefnastarf og starfandi mjög aktífir málefnahópar, svo er einhvern veginn hrunið fer náttúrulega skaplega illa með þennan flokk og þeir hluput aldrei svona eins og fé sem var hleypt út úr réttinni, hluput aldrei út allt sko og Kristrúnu og hennar fólki hefur tekist að ná þessu saman aftur og fara aftur í gegnum þetta ferli og það er bara, mér finnst það bara afskaplega jákvætt að sé hann svona leita víða fanga í því að svona setja stefnuna en ég ætla ekki að draga úr því að hún er öflugur leiðtogi og hún er öflugur stjórnmálamaður og mér finnst alltaf broslegt eða skemmtilegt alltaf að segja því hún er svona mjög lítil og nett kona og hann að þegar þeir voru að þessi rísar Sigmundur Davíð og Bjarni Ben hún lætur þá ekkit sko fara með sig og þeir sko hún fer hvorki á taugum ég verður svona einhvern veginn en hún heldur ekki að hækka röddin eða fara að skrækja eitthvað á móti hún heldur bara sínu striki og talar áfram í sömu rattæð og þeir verða bara svo gasbrandi rakkar þarna geltandi rakkar yfir henni mér finnst þetta svona skemmtilegt sjónarbil bara að horfa á og hlusta og svona spekulur í sko hún fór með flokkin í svona hugmyndalega endurskipulæningu hún hendi svona einhverju dóti út sem að tilheyrir svona identity stjórnmálum nýfrjálshyggjutímana og reyndi að láta flokkin snúast svona grundvallaratriði og ætluðu í kosningabaráttunni að leggja upp með ég held að verið heilbrigðismál, húsnæðismál og samgöngumál og svo náttúrulega efnahagsmál og einhver leiti hélt þetta en það voru nú svona eitthvað en þetta er svona breyting á samfélkingunni bara karakterbreyting, annar fókus í stjórnmálum. En ég held að fólk þyrstir svolítið í svona stjórnmál sem að snúast sko alvöru málefni og fólk er orðið svolítið leitt á þessum sjálfsmyndar stjórnmálum vinstra megin af því að þetta er svo mikið þetta verður svo mikið sko einsmáls Já, og svo snýst þetta það að þú veist, manneskjan þarf að finna hvar hún er mesta fórnarlambið og vera þar sem er náttúrulega ekkert sem að mörgum finnst eitthvað sérstaklega skemmtilegt og svo þetta alltaf að leita að því sem sundrar leita að því hvar er ég mest ósammála þér þú veist, hvernig ert þú vond manneskja, hvernig er ég besta manneskjan og við til dæmis í Eflingu við erum náttúrulega að vinna alls konar fólk með alls konar pólitíska skoðun, með alls konar menningulegan bakgrunn og við bara pössum okkur alltaf að leita alltaf að því sem sameinar, aldrei að því sem sundrar og erum bara búin að ná með því
að navigata bara alls konar flóknar hluti og byggja mitt upp öflugt innra starf og ná árangri af því við bara höfnum þessu. Vegna þess að ef þú ætlar að nálgast til dæmis alþýðu fólk með þessu að þú kenna þeim þú þarft að segja þetta, þú ert að hugsa svona, þú mátt ekki segja þetta, þú mátt ekki hugsa svona. Þetta svo hrigalega fráhrindandi. Þetta svo ótrúlega fráhrindandi. Það nennir engin lengur að láta tala svona yfir hausamótunum á sér stöð. Það nennir engin lengur að vera einhvern veginn alltaf hræddur að fremja einhverja hugsanaglæpi. Þetta er ekki gott og heilbrigt. Og fólk vill heldur ekki vera stanslaus fórnarlamb og taka þátt í einhverju social porno. Og tala alltaf við eins og eitthvað svona, ég er nefnilega 100% sammála. Þetta eitthvað svona, já, okkar minnstu bræður og þau sem eitthvað blöblöka. Þau ekki tala svona og það vill ekki láta tala svona sig. Jú, nema einhver auðvitað lítill hópur sem fílar þetta en flest fólk bara þolir þetta ekki. Áhugavert að þegar við vorum með kvennaframboð og kvennalista þá höfðum við alltaf þessa vinnureglu að þó það væri ekki með einn punktur sem væri sammálum. Byrja þar og svo eins og þegar kasta stein í vatn og vinna okkur þannig áfram, ekki byrja því sem sundar og það er alltaf að leiða ljósi að það er fleira sem sameinar heldur sundrar og svo náttúrulega bara við það að takast á það, þá er þetta komið svona alls konar skemmtilega lausnir sem engum hefði dottið í hug áður. En annað líka, það er þetta með fórnarlambi, við vorum afskaplega uppteknir af því að vera ekki fórnarlömb og kvartandi, heldur vera bjartsýnar og bera höfuðið hátt, við erum heilmikið fram að færa, við erum flottar og það skilaði miklu og þess vegna er mér alveg, og við vorum alltaf að segja við erum gerendur og ekki þolendur, þess að þoli ég ekki í dag þegar að tala alltaf kynferðisglæpamenn sem gerendur, ég fer alltaf bara og gerandinn minn sagði þetta og gerendur í eigin lífi og búið að stela þessu orði. Þá er fólk eiginlega komið í tilfinningasamband við ofbeldismenn. Það er eins og bara maðurinn minn og ég las ágæta bók daginn eftir fullorðna konu heimspekingur, hún heitir Susan Neiman og þetta var ekki eitthvað besta bók í heimi og ég var ekki sammála öll, hún heitir Left is not woke og hún er bara einmitt að tala þetta að hún segir að á síðustu öld eftir með síðustu öld þá eitthvað skiptar narratífið úr því einmitt að horfa á svona hetjur og hetjudáðir og hafa það sem svona fyrirmyndir og eitthvað sem við höfum að sækjast eftir yfir í fórnarlambið og þetta er ekki gott Nei. og hún er ekki að segja að þá hafi hlutirnir verið frábærir og æðislegir áður en að þetta gerðist og allt hafi versnað en þetta sem einmitt einhver svona fókuspunktur einmitt þetta að tala svona og hugsa svona þetta er ekki góð þróun og hún segir að hún er gyðingur og bandarískur gyðingur og hún segir þú veist þegar ég kem til Þýskalands, hún býr þar og vinnur þar, hún segir þú veist þá er ég búin að detta í svona tvöfaldan lukkupott, ég er kona og ég er gyðingur og þú veist, hún segir ef mér er boðið í panela, af hverju er mér boðið innan panel, já þú ert kona og eða gyðingur, hún segir bara nei þú skalt ekki bjóða mér á þessum forsendu bjóddu mér að þú vilt heyra hvað ég sem fræðimannskja og klár kona, klár einstaklingur hefur að segja allavega, það var bara margt í þessari bók sem að fekk mér svona til þess að hugsa bara að þú veist, þetta er bara ekki þessi svona nálgun á mannleg samskipti hún hendar bara ekki fólki. Ég ætla að spyrja ykkur all eða svona, þér á hverju svara en er samfylkingin vinstriflokkur eða hvað er samfylkingin? Smári, heyrðu þetta? Já. Nei, ég myndi ekki segja að vera í tilflokkur svona miðflokkur, miðvinstri bara út í góðu skapi. Hún er samt ekki svona miðjuflokkur eins og við hefðum haft, þú veist, einhvern svona evróskan miðjuflokk, þú veist, hún er meira til vinstri. Já, hún er á rætur þar og svo núna þetta með að leggja áherslu á svona eins og húsnæðismál. Algjörlega. En hins vegar, það er áherslan sem að kemur og svo þegar maður skoðar tillögurnar, að þá er það ekki tillaga til dæmis að hverfa frá húsnæðisstefnunni sem við erum í. Að við endurreisa opinberan húsnæðislánasjóð vegna þess að við þurfum að vernda almenning fyrir verðsveiflum á villtum fjármálamarkaði, það er ekki það. Og það er heldur ekki það að við viljum að ríki eða sveitafélög byggi húsnæði fyrir fólk með lægri miðlungstekjur og þar fyrir neðan. Það er ekki þannig í þessu tilvæg. En hvað vill hún gera? Hún vill einhvern veginn lappa upp á kerfi sem að að gæla við að sitja leiguþak, að hefta það að þú getur verið með Airbnb, vera með svona hvata fyrir verktakana að byggja tilteki í form að húsnæði og öðru slíku. Þannig hún er ekki með svona róttækar hugmyndur sem að er ekki róttækar það að þetta var kerfi sem við höfðum fyrir 20 árum eða 30 árum
og við vorum á leiðinni að við áttum hérna mjög öflugt hérna, eða svona vísi af félagslegu húsnæðiskerfi, það sem að væru kannski núna 23.000 íbúðir inn í því. Það er ekki horst í augu við það, við erum að ná þessu aftur ef við ætlum að hafa eitthvað jafnvægi hérna. Þannig að ég meina, þjóðin vildi ekki selja banka en Samfylkingin vildi selja banka, bara var ekki hentugt núna og ekki að Bjarni gerði það, og þannig að þegar þeir skoðu raunveruleg stefnan hjá þeim, að þá er hún ekki eins og út úr rótunum þeirra. Þannig að sömuleyti er stefnan þeirra bara klassískur blerismi, það er bara hannig. Hún getur ekki verið sigur vinstri sinna. Nei, þú veist, þetta er náttúrulega því að þeir að tala núna svona identity stjórnmál, og það er oft við erum stundum með svona hægri og vinstri, svona amerísk hægri og vinstri, sem er svona afstæðan til samkynniðra trans og umhverfismála og eitthvað svoleiðis. Ég veit ekki hvað kallið þetta í kosningarannsókninni, að hún færist frá til hægri þá líklega, en vinstri í svona áherslu með því að tala bara, þú veist, gamla vinstri var þannig að var labba til fólks og segja hvað vantaði, já, mér vantar öruggara húsnæði, ok, það stefnum að því, hærri laun, já, er verið að hækka alltaf skattana þeir og minnka skattana hinum, við erum að laga það, þannig að sömuleyti er þessi taktur komin hjá þeim, en ég sé ekki að lausnina þeirra séu að þeir eins og vilji ná þessari áherslubreytingu innan kerfisins, og ég náttúrulega hef ekki trúið að það gangi upp, og ég held að og ég meina tala ekki viðri sem að því vera með vinstri velferð og hægri efna, það er mest í populísku flokkur sem slæri Ingu og Sigmund út. Já, þetta er bara dæmi sem að gengur enga veginn. Nei, ég var svo hissa þegar hún sagði þetta. Hún sagði þetta á svona kappræðum. Hún svona, þú veist, seldi þetta og mér brá. Ég var að vá, þetta er ótrúlega. Má bara segja þetta. Má bara segja bipp og búpp. Nei, það bara actually má ekki gera það. Já, samt eitthvað góða kosningu. Já, það er ég er að segja það. En þú getur ekki sagt bara sólin er köld og tunglið er heitt. Það er bara fárlegt. Mér fannst þetta að vera dæmi veikleikan í kosningabaráttunni. Til dæmis Viðreisn kæmist upp með þetta bara. Og allir fjölmiðlar vildu segja hún er alltaf eins og góðu skapi og eins og við eigum ekki að ræða alvöru mál. Í alvöru pólitík þá er það nú, hvað er alvöru pólitík? Það getur ekki líka verið teygjanlegt hugtak. En við erum náttúrulega að fá svona frjálslynda miðjustjórn ef að þessi stjórn gengur eftir sem að verður halla sér svona örlítið meira til hægri heldur en til dæmis Samfylkingin var. Því að það er búið að vera að færa hana aðeins lengra til hægri. En hvað mun frjálslynd miðjustjórn? Það er svolítið happdrætt í rauninni hvað við fáum út úr þessu. Ég er ekkert viss að þessi stjórn, við fáum út úr þessu væntanlega atkvæðagreiðslu Evrópusambandið. Nei, heldur það. Já, ég held að það verði þarna niðurstaðan. Ég held að Evrópusambandið engan áhuga á að stækka. Nei, en við getum í rauninni haft atkvæðagreiðslu það, samkvæmt stefnuskrá þessara flokka, hvort að við eigum að stefni þá átt. Og það verður væntanlega gert. Það verður ekki atkvæðagreiðsla að hálfu Evrópusambandsins. Það verður heldur ekki atkvæðagreiðsla inngöngu í Evrópusambandsins. Nei, það verður atkvæðagreiðsla hvort að þjóðin vilji skiluru þarna fara í áframhaldandi eða hefja eitthvað innleiðingarferli. Evrópa er bara í svo miklu bara einhverju upplausn. Og ég held til dæmis bara Norrmennir mun hringja í Brussel og segja felið þessa umsókn bara þegar hún kemur. En þetta er sem mikið áhugamál Viðreisnarinn var minna áhugamál Samfylkingar að fara í þetta og mér fannst í rauninni Kristrún hafa mjög skynsamlega afstöðu í þessu. Nei, hún sagði bara eins og rétt er að svona þjóðaratkvæðagreiðslur geta í rauninni, geta klofið þjóðina og fengi fram niðurstöðu sem er með einhverjum algjörlega. Já, hún benti öllum svo Brexit í því samhengi. Já, það þarf að ræða svona og það þarf að fara yfir. Þetta er mikið pólitískt uppnám og gríðarlega svona harðvítugt algjörlega. Og við þurfum að ræða, það þarf að vera svo vandað ferli í aðeins. Sem er óskaplega erfitt. Maður heyrir það bara hér, það verður strax svo mikið tilfinningasemi og yfirlýsingagleðum hörmungarnar í Evrópu. Þannig að það er óskaplega, já, ég segi það bara. Og þarna, pólitíkin er ekki byggð á tilfinningum. Mér finnst alveg óskaplega erfitt. Ég bara er með djúpa analytíska sýn á heimsmál sem ég hef bara nært áratugum saman og hefur ekkert með tilfinningar að gera. Nú, ég ætla nú að vona að það hafa eitthvað með tilfinningar að gera. En það er afskaplega erfitt, það er afskaplega erfitt að hafa málefnilega umræðu Evrópusambandið, kosti og galla og möguleika, því það fer alltaf í
sko, það er allir komin í skotgrafirnar eins og skot, þannig að það fæst engin skynsamleg umræða. Hún fæst bara ekki. Mér finnst ég bara alltaf ræða miklu skynsami Evrópusambandið. Ég bara skoða stöðuna í Evrópu. Ég sé bara meðferðina á verkafólki í Evrópu. Ég sé einmitt eins og Gunnar sem var að benda á bara upplausnina í evrópskri pólitík. Engin leið að vita hvert löndin í Evrópu eru að stefna. Gríðarleg félagsleg vandamál sem að birtast til dæmis í því að sífellt stærri hópur alþýðufólks fer og kýs flokka sem engum hefði fyrir ekkert svo mjög löngu síðan dotti til hugar að fólk væri að fara að kjósa. Og þar að leiðandi að grafumsi í Evrópusambandinu líka. Þetta ekki að fara í skotgrafir, þetta bara að skoða veröldina eins og hún er. Já, það skoða aðrir veröldina líka skynsum og komast kannski annari niðurstöðu. Nei, en það þarf allavega mjög vandaða umræði í aðdraganda að svona. Ég efast svo mikið að við fáum. Ég bara því miður efast ég það. Mætti líka endurnýjana frá þeim sem að vilja að Ísland gangi inn í Evrópusambandið. Að til dæmis mér skil ekki af hverju við erum alltaf að hlusta á það að íslenska krónan hefur fallið einhver 96% gagnvart dönsku krónun síðan 1920. Íslenska krónan er ekkert fallið gagnvart Evrópu evrunni síðustu 15 ár. Þannig að ég veit ekki af hverju við alltaf hlusta á þetta. Við alltaf tala einhverja húsnæði, evruvexti á húsnæðislán. Það er bara mjög mismunandi vextir á húsnæðislánum innan evrusvæðisins og við myndum örgulega lenda þar alveg upp í topp. Sammála. Þannig að þetta er teiknað upp Evrópusambandið svona laust til þess að forða því að við séum að ræða okkar eigið húsnæðiskerfi, að við séum að ræða bara okkar eigin efnahagsmál. En mér finnst alltaf sérkennið samt að ræða Evrópu eins og það sé bara verstistaður í jörðinni, því að líklega er það nú samt bestistaður jarðarinnar. Svona miðað við bæði afkomu, lýðræði og mannréttind og ýmislegt. Það fer vantla bara eftir í hvað stétt þú tilheyrir og hvort þú innflytjandi eða ekki og svo framvegis. Erfiðar að vera fátækur í Þýskalandi heldur en kannski í Afríku víða. Eða í Noregi? Eða í Noregi. Það er ekki Evrópusambandinu. Nei, ég veit það Gunnar Smári, ekki hérna. Nei, ég meina að draga upp svona óskaplega neikvæða mynd af Evrópu, það er margt mjög neikvæð. Ein af ástæðan fyrir því að það er mikið að fátæku fólki til dæmis í Afríku er nú til dæmis glæpir og nýlendustefna Evrópu besta landsvæðis í heimi. En nú erum við búin að fá forsmekkin af því að þetta mál mun kljúfa þjóðina. Ég er ekki að tala um þetta svona, ég er bara að segja. Það verður engin skynsamleg niðurstaða af þessu Evrópu. En þá komum við að sjávarútvegsmálunum. Hvað kemur þessi ríkisstjórn til með að gera í sjávarútvegsmálunum? Það er svona annað sem hefur klofið þjóðinni í tvennt. Og báðir flokkar hafa lýst yfir einhverjum vilja, bæði Viðreisn og Samfylkingin hafa lýst yfir vilja til þess að taka á því máli. Og þannig að þarna maður hugsar þarna að það er mjög spennandi hvort að þau nái eitthvað þar. Því að hinir flokkarnir voru náttúrulega svona varstaða þessi kerfi og það sem að maður sér að það væri kannski eitthvað hægt að ná inn þarna. Það er eitt af því sem að áhersla sem að Kristrún færði til. Það var alltaf áhersla var fyrningaleiðin að kalla inn 5% af kvótanum og búa til þá nýtt uppboðs eða útdeilingakerfi. Viðreisn var í sammála því og að sömuleyti held ég að Flokkur fólksins geti gert það sem að leggur þetta meiri áherslu á krókaveðar og strandveðar og annað slíkt. En Kristrún hefur svona fært samfylkinguna frá þessu. Ég næ ekki alveg hverja stefna samfylkingarinnar í sjávarútvegsmálum. Og ég menn hún hefur verið spurð að því og hún er mjög lungin að því að svona fara fram hjá þessu. Þetta sé bara þarna eins og svo víða það er lítið verið að tala svo sem hvar sem raunverulegar djúptækar róttækar kerfisbreytingar. Það er miklu frekar hvernig getum við bætt þetta innan kerfisins og svo bara ég verða að vitna aftur í kvennabaráttunni, við sögðum alltaf í kvennastunni að það væri menningin sem þyrfti að breyta því að það væri alltaf verið að biðja konur að aðlaga sig menningunni og þarna bara vera samkeppnisfærar í menningun sem fyrir væri í stað þess að breyta. Mér finnst við vera á þeim stað í pólitíkinni það á í rauninni geta breyta svona hugmyndafræði eða djúptækt það á að laga og svo hefur við öll að lifa aðeins betur með því. En maður vonar kannski að þessi ríkisstjórn af því að báðir þessir miðjuflokkar hafa lýst yfir einhverjum vilja til þess að breyta þessum kerfum að það geti verið það góða sem að kemur út úr þessu en þau geti, ég samt efast það, ég óttast svolítið að við fáum sem sagt sama grautin í nýjum umbúðum en þarna ég vona
að það verði einhverjar kerfisbreytingar. Kannski er það vegna- Ég held líka. að fólk vilji það. Já, ég held að það sé nefnilega að krafa það og ekki bara tilfæslur heldur einmitt sko raunverulega breytingar. En það verður mjög erfitt að breyta til dæmis að skattkerfinu með viðreisn innanborðs þannig að og þarna ná meiri tekjum af til dæmis þarna ná einhverjum þarna hærri fjármagnstekjum eða tekjuskatti eða auðlegðaskatt eða eignaskatt eða hvað hefur verið, ég meina það verður erfitt. Ef við tökum þá sem að er að sigra, þá er það bæti við þessi 10,9% stigum Samfylkingin. Síðan kemur Viðreisn undir stjórn Þorgerðar Katrínar. Síðan kemur Miðflokkurinn, en hann er með 6,7% stig. En hann fór svo langt niður síðast að það er svona, en hann er samt yfir því sem hann hefur verið. Hann er í 12,1%, var hæstur í 10,9%. Viðreisn er hins vegar í 15,8%, fór hæst í 10,1% held ég. Og svo er það Flokkur fólksins sem að bæti þessi 5% stigum. Langmestu leiti út á landi, ég held að er það ekki... Þetta er náttúrulega ævintýralegt í Suðurkjördæmi. Biblíu besti í Ísland. Fyrsti þingmaður Suðurkjördæmis er Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Ég held að þetta sé nú persónu fylgi við hana. Það kemur inn með henni Sigurður Gísli Pálmarsson. Sigurður Helgi Pálmarsson. Sigurður Helgi Pálmarsson. Já, sonur Pálma Gunnarsson, söngvara. Og Þuríða Sigurðardóttur. Og hvað? Og Þuríða Sigurðardóttur. Já, söngkonu. Já. Þannig að þetta er stór sigur fyrir Flokk fólksins sem er með 13,8%. Og Sigurður er einstaklega glaðlyndur maður. Já, og það er þá ríkja þá mikið glaðlindi og það vantar hjá Flokki fólksins. Það er svo mikið verra að geta hlegið dálítið. Og það var eins og minnst þess að fólk sé að tala sig inn á ríkisstjórn Samfylkingar, Viðreisnar og Flokks fólksins. Og það verður þá, kannski verður Þorgerður forsætisráðherra, af því að fjármálaráðherra er valdamesta embætti í ríkisstjórninni. Það er bæði efnahagsráðherra sem var alltaf í gamla daga tilheyrði forsætisráðherra, en nú hafa flutt yfir í fjármálaráðherra og er miklu valdameira embætti af því að forsætisráðherra því tekja eftir þessu að þeir alltaf reyna að taka efni með sér, eitthvað svona mál, vegna þess að það er eiginlega ekkert inn í forsætisráðherra, ekkert mál sem átt að en þú ert verkstjóri og átt að halda hópnum saman einhvern veginn. En þetta er ekki, þetta er allt öðruvísi staða. Katrín flutti jafnréttismálin til sín. Já. Sigmundur Davíð Torfbæi og eitthvað svona menningarverð. Það er það. Já, gamla kirkjugarð og Torfbæi. Því miður veginn að segja mér þarna stundum ég finnst það við þetta er sammál ímsið sem að þannig við sagt í samtíð skipulagsmál. Sigmundur Davíð, það verður hann að... Sérstaklega í gamla daga, sko. Já, ég meina nei, hann mótbætti nú mikið öllum þessum hryllilegu steinbáknum hérna niður við hörpuna, þessu hryllingi sem búið að reisa það. Og Alþingishúsinu nýja. Og staðsetningu Landspítala sem alltaf tómt þetta frá upphafi til enda og sýnir sem alltaf sko núna þegar Seltjarnarnes er að koma og segja sko við komumst ekki eins og spítalan þegar bara ein mjó gata bara hringbrautin. Ég meina þetta var alltaf svo mikið glabræði og að gera þetta það er ótrúlegt. En hann var líka mótið þarna. Menn verða að fá að eiga það sem þeir eiga. Það er líka það eina. Hann með smiðju, nýja húsi Alþingis, þar vildi hann taka upp gamla tekningu eftir... Já. Hún var nú forljót. En það er nú annar mál. En allavega þarna vonbrigðin eru þau að það er náttúrulega ekki að breytast mjög mikið hlutföllin þarna frá sem sagt við erum ekki að fjölga mjög mikið í þeim hópi sem að vill þarna meiri félagshyggju og svona annan samfélagssáttmála því miður. En nú verður vinstrið að fara heim og endurskipuleggja sig. Já, vinstri verður nefnilega að gera það og það verður að hætta þessari þarna bitru leiðinlegu orðræðu og niður yfir og fara einhvern veginn svona meira að vinna saman. Það er hluta vinstrinu sem að við leggur áherslu á sem að verið kallað hér svona identity stjórnmál nýfrjálsíkjunnar. Það er bara þannig. Við verið kallað hvað séru? Identity stjórnmál nýfrjálsíkjutímans. Það er bara þannig. Það er hluta vinstrinu sem að vill endurskipuleggja sig og horfa á það sem að sko almenningu þarf helst á að halda og sósíalistaflokkur var stofnar í kringu það og ég held að það hefur haft áhrif til dæmis á stefnubreytingu Samfylkingarinnar. Það er margt sem að Samfylkingin er að gera, það er bara endrómur. Þú veist, við þekkjum alveg sömu setningarnar sem að við vorum að móta hérna fyrir sko 6 árum og 7 árum
árum. Þannig að við erum líka ára að segja við að vinstrið klofið á þessu leyti. Það hópur í vinstrinu sem að taldi sig geta átt þessa hreyfingu og sveikt hana inn í að við ættum ekki að vera að berjast fyrir húsnæði og bættum kjörum og öðru slíku þegar maður svona bara til þess að halda þeim kjósendu góðum einhvern veginn, en við ættum að vera að leggja áherslu á svona önnur mannréttindamál. Þetta mjög sterkt inn í Pírötum með svona að þetta sé svona mannréttindahreyfing og líka inn í VG að vinstrið raunverulega umhverfismál og þá í þeirri merkingu að við þá ekki að vera að sinna hinnu að það það held ég hafi aldrei verið. Ég held að umhverfismálin eru í rauninni velferðarmál framtíðarinnar líka. Við verðum að horfa á það. Og snertir alla málaflokka. Þeir eru náttúrulega risavaksin krísa sem farin af stað að víða í heiminum. En mér langar að segja ég sammála. Vinstrið, þessi hluti vinstrisins hefur fjallað umhverfismál og á þessum ráðstöfnum, þessum koppráðstöfnum, það sem hugmyndin einhvern veginn að við í samvinnu við kapitalistana sem eiga stjórna samfélaginu náum einhvern veginn að milda hjarta þeirra þannig þeir eyðileggja ekki umhverfið. Smári minn, ég held að þú hafir eitthvað aðeins misskilið þetta. Er þetta fólk á þessum ráðstöfnum að vinna með kapitalistunum? Hvaða fólk ertu að tala? Ég bara... Þessar ráðstefnur eru þannig að það koma rosa mikið aktivistum, mikið af fólki frá því sem kallað the Global South og svoleiðis og þau koma og reyna að ná í gegn raunverulegum fjárframlögum og en svo eru náttúrulega vestræn pólitík og svona og heimsvaldapólitík og svoleiðis. Hún náttúrulega kemur og einmitt vill vera í þessu svona samstarfi við eigendur atvinnutækjanna. Þá var þetta ríkisstjórn líka með eitthvað svona samninga við alla atvinnugreinar. Og þetta fólk mjög ósátt við niðurstöðnar. En maður langar að segja að þetta, það vinstrið það er þetta í svona identity-pólitíkin sem greinilega bara höfðar ekki lengur til fólks þannig að það geti... Vil skýra þess nánar hvað þú átt við með identity og ég skil alveg orðið identity en ég veist bara þessi svona hvað heitir það? Sjálfsmyndarstjórnmál á íslensku. Bara nota svo svo. Sjálfsmyndarstjórnmál. Gagsætt og fínt orð. Já, ég bara hef aldrei notað þetta orð, en ég skal reyna að nota það núna. Ég held að þetta er sjálfsmyndar sem sé sjálfsímyndarstjórnmál, en ég held að þetta það ekki. Allavega sjálfsmyndarstjórnmálin og svo þú veist þessi svona ekonomíski fókus að búa til samfélag sem að virkar fyrir fólk og þar sem að það mikilvægasta sem að ríkið gerir er að deila afrakstrinum í jöfnum hætti og svo framvegis. En vinstrið það líka passa sig á því að fara ekki fram og segja bara eitthvað svona allt fyrir alla, alltaf. Þú veist, það heldur ekki trúverðugt fyrir neitt. Fullorðið fólk á vorum dögum, það kaupir þetta heldur ekki. Og þetta hljómar auðvitað fyrir fullorðið fólk á vorum dögum sem svona barnaskapur. Þetta er rosalega svona naíft og þetta það þarf að selja kjósendum að þú hafir eitthvað meira fram að færa en bara þetta allir fái alltaf allt sem þeir vilja. Við verðum alltaf megum ekki dætt í populismu. Nei, og þetta er ekki einu svona populismu, þetta er bara eitthvað svona barnaskapur og þetta getur alveg verið svona heillandi að vissu leyti en þetta er ekki það sem að mun hjálpa alvöru róttæku vinstri að fá kjósendur, bara alls ekki vegna þess að venjulegt fólk veit að heimurinn er flókin, það er mjög erfitt að breyta kerfum, það er erfitt að fara og ætla að ná raunverulegum árangri þannig að það þarf þá að tala hlutina þannig, það þarf að viðurkenna og segja með skýrum hætti. Hlutinir eru flóknir, við erum að takast á við mjög raunveruleg vandamál, það er gríðarlega mikið valda ójafnvægi í samfélaginu. Hvernig ætlum við að laga þetta valda ójafnvægi, hvernig ætlum við til dæmis að tryggja það að það sé hægt að hækka fjármagnstekjuskatt, það sé hægt að ná árangri í sjávarútvegsmálum og svo framvegis og manneskja sem getur útskýrt þetta með svona greindarlegum, djúpum en þó aðgengilegum hætti, hún fær atkvæði, manneskja sem að kemur og segir bara allir mega bara fá allt sem þeir vilja alltaf, ókeypis, hún fær ekki atkvæði.
Hún fær ekki Nei, Þetta- hún heiti þetta- Inga Sæland reyndar. Já, en þetta er frábær En hún segir meira. Þetta er frábært sem þú ert að segja Sólveig, og þetta er algjörlega hárrétt. Ég vona að það ekki móka þetta er bara að hugsa kannski, þetta er orð sem kannski ekki allir skilja, þannig að þessi er að hugsa en ég vona ég hef ekki verið að tala niður tíðin en sko það er líka þetta sætta sig við að hlutir verða líka að gerast í skrefum, það er bara sko heljarstökk bara eru þau ganga ekki og þess að verður vera kannski umburðarlyndi stundum að sko ekki alltaf að tala svik og það er þessi orðræða já, þessi orðræða að vera bara jákvæður í orðræðinni bara þú stígur eitt lítið skref og aðeins bara og fókusera á og þú þarft, ef þú ætlar að byggja upp hérna einhverja pólitíska inneign og ná árangri, þá þarftu fyrst að ná einhverjum árangri og einmitt, þú getur ekki bara borðað alla kökuna í einu, þú getur ekki bara sagt, ok, ég ætla bara að redda nýju Breiðholti eða bara gera þetta, þú þarft að byrja að ná árangri einhvers staðar og þá fyrir fólk að treysta þér, þá vil fólk fara að starfa með þér, þá getur þú ná meiri árangri næst og það tekur tíma, það tekur tíma, heldur betur, það tekur bara tíma og það þarf marga sem eru duglegir, það þarf marga sem eru klárir, það þarf marga sem eru útjónasamir, það þarf marga sem að gefast ekki bara strax upp við mótlætið og þetta er bara erfitt. Við ætlum bara að benda á hliðstæðu þetta að góður hlutir gerast hægt tvílík krísi að segja svona þetta leiðileg krísi. Nei, en þú segir sko þetta menna að mesta bylting líklega bara mannkynssögunar en náttúrulega bara kvennabyltingi sem verður átt í staði undanfæri svona cirka, segja 150 ár frá því og hún hefur svo sannarlega gerst hægt og rólega og skref fyrir skref og það verður ekki við úttelt einum blóðdropa og það hefur sko orðið hlutskipti kynslóð eftir kynslóð að bíða eftir meiri árangri og við enn býðum við en vinnum að því og þannig eru raunsæ stjórnmál og breytingar. Ég var mjög barnaleg áður en að ég byrjaði í verkalýðspólitíkinni og einmitt með rosalega svona kröfur á einhvern veginn. Fullkomleika. Já, að allt yrði að gerast, ætti að vera fullkomið og einmitt, þú veist, ef það var ekki þannig þá voru það bara svik og prettir og svo hef ég tekið þátt í mjög flókinni alvöru pólitík þar sem að ég hef þurft að takast á við erfiða andstæðinga og ég hef sjálf þurft að gefa eftir og breyta einhverju stefnu, breyta ferðalæginu og þetta þarf líka fólk að horfast í augu við og einmitt ekki alltaf byrja bara eitthvað að gagga og gúgga, þú veist, svikari, aumingi, helvits fíbl, ekki gera þetta. Ég held að þetta svikatal selji heldur ekki lengur. Ég held að alveg svo róurinn seldi ekki. Nei. Sem var gegn degi við ekki sinni. Já, það er bara ekki áhrifaríkt svona róur. Svo kærðu þeirra til héraðssaksóknara fyrir það Dagur sagði kjósendur Sjálfstæðisflokkinn strýkið bara yfir mig. Þá myndi reiðilega atkvæði sig. Þeir eru búin að kæra hann til héraðssaksóknara. Ég er alltaf enda þetta. Við ætlum að gera hlé og fá nýja gesti að halda áfram að ræða En við vorum ekkert komin að flokki fólksins og Ingu Sæland allir því. Jú, af og til. Það fer engin svona þáttu fram ef maður tala Ingu Sæland. Það kemur annað fólk hérna og tekur við keppinu. Þakka ykkur mikið vel fyrir þáttökuna. Þóra Kristín og Sólveig Anna. Takk, gaman. Já, er það ekki? Jú. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.